Sætiskerfi er talnakerfi þar sem að sætið sem tölustafurinn er í segir til gildi hans. Til dæmis talan 1 táknar bara 1, en tölustafurinn 1 í tölunni 12 táknar ekki 1 heldur 10 og í tölunni 132 táknar hann 100. Það fer eftir því hvar tölustafurinn er hvað hann táknar. Tugveldakerfið sem við notum, sem er arabískt kerfi, það byggir á þessu. Það er að segja að hvar tölustafurinn er táknar hvað hann í raun og veru þýðir. Síðan erum við með rómverska tölustafi sem voru sem sagt bara mismunandi bókstafir og þar táknar 1, en C sem er bara 1 tákn, það táknar 100. Þannig að við sjáum ekki á stærð tölunar hvort hún er stór eða lítil. Við getum verið með tölur sem eru nokkuð stórar í rómverska kerfinu og svo aðra litla og litla talan er miklu stærri. Og eins er allur uppsetningur og allum útreikningum í rómverskum tölum mjög snúinn á meðan hann er mun einfaldari út af sætiskerfinu. Sætiskerfin eru miklu einfaldari í öllum útreikningum.